Sælverði öll sem öll, gaman að sjá ykkur svona mörg og sérstaklega ánægilegt að koma hingað austur í dag. Þó að það væri nú ekki kannski sérstaklega skýr fjallasýn, þá hef ég komið hérna áður og ég get alveg ímyndað mér hvernig þetta lítur út. En mjög ánægilegt að fá að heimsækja hér heilbrigðisstofnunina og vera með ykkur sem að haldi hér stýrið í heilbrigðismálum. Tilefni þessa fundar að ræða heilbrigðisþjónustu á tímamótum sem að yfirskrift fundarins vegna þess að þegar við erum komin loksins með heilbrigðisstefnu til lengri tíma, að þá má segja að við höfum loksins þann vegvísi sem við þurfum til að vita hvert við erum að fara og allir séu klárir á því að róa í sömu átt. Þetta ekki bara hugdetta sem að verður til á borði heilbrigðisráðherra á hverjum tíma, heldur nauðsyn fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi og í samræmi við ábendingar árum saman, bæði utanlands og innan, það að við verðum að setja okkur stefnu í þessum mikilvæga málaflokki sem að tekur til fjórðungs ríkisútgjaldana. Áður en að við tökum til við stefnumörkun í heilbrigðisþjónustunni og heilbrigðiskerfinu, þá þurftum við að afmarka stefnuna, þar að segja ákveða hvað þessi stefna fjallaði. Við gætum með góðum vilja sagt að heilbrigðismál vörðuðu allt samfélagið og allt lífið í raun og veru. Sama hvort að það snýst samgöngumál sem er mjög nærtækt að nefna hér og í hinum dreifðu byggðum. Þar sem að samgöngumál og fjarskiptamál eru heilbrigðismál. En allstaðar á það við að heilbrigðismál lúta líka bara almennu lífskjörum, daglegu lífi, launum, lífsviðurværi, húsnæði, hreinu lofti, vatni og svo framvegis. Þannig að við hefum getað markað okkur þá braut að tala heilbrigðismál í mjög víðum skilningi. En við ákváðum að hafa stefnuna umtalsvert afmarkaðri og hún fjallar sem sagt heilbrigðisþjónustuna sem að við erum vön að tala sem slíka, sem allt frá heilsugæslu, sérgreinalæknum, heilbrigðisstofnunum og háskólasjúkrahúsinu í Reykjavík og sjúkrahúsinu á Akureyri. Þegar að heilbrigðisstefnan liggur síðan fyrir, þá erum við í raun og veru, má segja, með tvö megin markmið í okkar framtíðarsýn, fyrir utan þau markmið sem eru þegar auðvitað skrifið inn í alla heilbrigðislöggjöfina sem að tryggja heilbrigðisþjónustu af bestu mögulegu gæðum án aðgreiningar eða þar segja án tillits til efnahags og búsetu, þar segja allir eiga jafnan rétt að aðgenginu. Hér erum við að tala íslenska heilbrigðisþjónustu sem eigi að vera á heimsmælikvarða og lýðheilsustarf eigi að vera með áherslu á heilsueflingu, forvarnir séu hluti af allri þjónustu, sérstaklega þjónustu heilsugæslunnar. Hins vegar að árangurinn af þjónustunni verði metinn með því að mæla gæði þjónustunnar, öryggi hennar, hversu aðgengileg hún og hvað hún kostar. Aðeins þá undirbúninginn og samráðið og þetta ferli sem að þarna var annars vegar. Og þið takið eftir því að þarna í síðustu málsgreininni segir heilbrigðisstefna til ársins 2030 samþykkt mótatkvæðalaust 3. júní með 45 atkvæðum. Þetta í raun og veru ekki tilviljun vegna þess að þegar lagt upp í gerð heilbrigðisstefnu þá miðuðum við það markmið allan tíman að þetta væri stefna sem að lifði af kosningar. Þetta væri ekki stefna sem ætti bara að vera stefnumál núverandi ríkisstjórnar eða núverandi ráðherra, heldur ætluðum við að ná að setja þarna á blað þennan hluta samfélagssáttmálans sem okkar sameiginlegi skilningur á íslensku heilbrigðiskerfi og íslensku heilbrigðisþjónustu. Þannig að við lögðum töluvert á okkur í því skyni að ná utan breiðari samstöðu og það skilar þessum 45 atkvæðum í þinginu þegar að ríkisstjórnarflokkarnir telja 35 þingmenn og enginn þingmaður greiddi atkvæði gegn stefnunni, þannig að hún fer í gegn mótatkvæðalaust. Vinnan hófst í apríl 2018 með gagnaöflun og undirbúningsvinnu, fyrst 2 daga vinnustofa með fulltrúum heilbrigðisstofnana landsins þar sem allir komu að, síðan fundur með stéttarfélögum heilbrigðisstarfsfólks með fulltrúum félagasamtaka í rekstri heilbrigðisþjónustu, loks opið heilbrigðisþing sem haldið var í nóvember með þátttöku á 300 manns. Drög að heilbrigðisstefnu birt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda sem þýðir að það ennþá þá á vettvangi
ríkisstjórnarinnar, í raun og veru ráðuneytisins, og síðan eftir þær umsagnir plaggið lagt fyrir sem þingsályktun fyrir Alþingi í janúar 2019. Og það tókst, sem að gríðarlega mikilvægt, að ljúka umfjöllun í velferðarnefnd með þessum umsögnum og heimsóknum sem að þangað komu í þessari þverpólitísku sátt út frá Alþingi. Þannig að stefnan sem að í raun og veru núna til fyrir heilbrigðisþjónustuna á Íslandi til ársins 2030 ekki bara stefna núverandi ríkisstjórnar, heldur stefna Alþingis. Þannig að hún hefur meiri pólitískan og samfélagslegan þunga heldur hún hefði ella haft og þess vegna öruggara leiðarljós fyrir heilbrigðisþjónustuna alla. Við settum okkur 7 grunnstoðir í stefnunni, þar sem að í raun og veru marka kaflana í stefnunni. Forystu til árangurs, rétt þjónusta á réttum stað, fólkið í forgrunni sem mönnun þjónustunnar, virkir notendur, skilvirk þjónustukaup, gæði í fyrirrúmi og loks hugsað til framtíðar. Ég tek nokkur dæmi úr hverjum kafla fyrir sig en ætla að nefna við ykkur á þessum tímapunkti að þið eru með hér lítinn bækling sem að stendur framan á heilbrigðisstefna og inn í honum eru þessi atriði dregin út, það að segja stefnumiðin undir hverri grunnstoð. Þetta ekki tæmandi en það stefnan í heild á netinu, þar sem að hægt að lesa sér til betur bakgrunn hvers atriðis sem að í stefnunni liggur. Fyrst varðandi forystu til árangurs að þá fjallar þessi kafli í raun og veru stjórnun og samhæfingu í kerfinu. Fjallar líka það hver á að gera hvað í stjórnunni, bæði forysta hverrar heilbrigðisstofnunar fyrir sig, millistjórnendur, að við höfum skýra löggjöf heilbrigðiskerfið, að við gerum kröfu stjórnunar og leiðtogahæfileika, að við höfum skýr siðferðileg viðmið og gildismat í þjónustunni sem að hjálpar okkur til þess að forgangsraða fjármagni, að við skilgreinum hlutverk og samskipti þeirra sem að þjónustuna veita og þetta gríðarlega mikilvægt atriði til þess að við getum í raun og veru leitt stefnuna fram. Því að það til lítils að setja saman stefnu ef ekki fyrir hendi forustan til þess að koma henni til framkvæmda. Næsti kafli sem að lítur að réttri þjónustu á réttum stað, að þá erum við að tala það að heilbrigðisþjónusta sé veitt á réttu þjónustustigi. Þjónustustigið í raun og veru skiptist í 3 mismunandi stig, þar sem að heilsugæslan á fyrsta stigi, sérhæfðari þjónusta á öðru þjónustustigi og síðan háskólasjúkrahúsið á 3. stigi sem Landspítali háskólasjúkrahús og að hluta til þjónustan sem veitt á sjúkrahúsinu á Akureyri. Að þjónustan sé veitt á réttu þjónustustigi segir í raun og veru til það að við séum ekki að veita einfalda þjónustu á flóknu þjónustustigi. Það einfaldast að orða það sem svo að ef ég misstíg mig líklega betra að ég fari til heilsugæslunnar heldur en ég að fara á bráðamóttöku Landspítalans. Þetta snýst það að við séum í raun og veru að nýta þá krafta og þá þekkingu sem á hverjum stað eins vel og við getum og við séum í raun og veru að byggja upp heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað í kerfinu og heilsugæslan standi undir þeim væntingum. Þjónustustýring og samspil þjónustustigana 3 sé fyrir hendi, það sé flæði milli þjónustustigana sem að tryggir þá öryggi, hagkvæmni og jafnræði þeirra sem að þjónustuna njóta, að það sé skýrt flæði á milli einstakra stiga án þess að notendur þjónustunar finni fyrir einhvers konar hnökrum eða vanköntum á þessari samfellu. Að við notum aðra þætti, svo sem eins og öfluga sjúkraflutninga og fjarheilbrigðisþjónustu til að jafna aðgengi að þjónustunni, að við eflum heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað og við í raun og veru skerpum skilin á milli þessara þátta og þess sjáist líka staður í heilbrigðislöggjöfinni. Það þarf svo sem engum að segja það og kannski allra síst ykkur hér fyrir austan að það til lítils að byggja upp þjónustu eða ekki fólk til að vinna verkin. Mönnunina þurfum við að tryggja með vel menntuðu, hæfu og áhugasömu fólki og við þurfum að tryggja
öruggt og gott starfsumhverfi í heilbrigðisþjónustunni allri og þannig við komumst í raun og veru ekki þangað nema með því að greina hvar við erum stödd og hvert við viljum fara, að við séum með spennandi starfsvettvang, með samstarfi og þverfaglegri teymisvinnu milli stofnana og innan stofnana til að tryggja gæði og samfellu í þjónustunni og efla í raun og veru möguleikann til faglegra framfara og þróunar á öllum þjónustustigum. Kaflinn sem heitir virkir notendur lítur í raun og veru að því hvað við þurfum að gera til þess að efla almenning í því að nota heilbrigðisþjónustuna og það meðal annars með því að efla heilsulæsi fólks, þar að segja að fólk hafi aðgengi að almennum upplýsingum og gagnreyndum upplýsingum heilsufar, einstaka sjúkdóma og einstök frávik, en líka að fólk hafi aðgang að upplýsingum sig sjálft. Það hafi aðgang að samræmdri sjúkraskrá í gegnum heilsuveru og upplýsingatækni sé nýtt til þess að veita fólki upplýsingar bæði sig sjálft en ekki síður einstaka sjúkdóma og loks leiðsegja fólki í gegnum kerfið. Og það sem að kann að virðast algjörlega sjálfsagt mál en kannski það brýnasta af öllu saman og það það að heilbrigðisþjónustan sé veitt út frá þörfum notenda en ekki þeirra sem að þjónustuna veita. Þessi kafli kannski sá sem að hefur valdið mestum hvað ég að segja, núningi eða svona ákveðin áskorun sem að heitir skilvirk þjónustukaup og snýst það hvernig við ákveðum, þar að segja, og þá á ég við ríkið, eða ríkissjóður, ákveðum hvaða þjónustu viljum við kaupa fyrir almenning í landinu, fyrir notendur heilbrigðisþjónustunnar. Og við getum ekki ákveðið það nema við höfum gert þarfagreiningu. Að við gerum nauðsynlega kröfur öryggi, aðgengi og gæði og svo framvegis og felum síðan Sjúkratryggingum Íslands að annast kaup á þeirri þjónustu. Þetta þýðir, þetta lítur ekki út fyrir að vera mjög byltingakennt, en í raun og veru það þannig að við þurfum virkilega að taka til hendinni í því að þjónustukaupin séu þannig að þau séu miðuð að þörfum notenda og séu þannig að það séu gerðar kröfur til ákveðina þátta til þess að viðkomandi þjónustuveitandi fái það fjármagn sem samið. Við gerum ráð fyrir að fjármögnunarkerfin stuðli að gæðum og hagkvæmni veittra þjónustu og þetta þýðir í raun og veru hvort sem fyrir heilsugæsluna eða fyrir spítalana eða fyrir heilbrigðisstofnanirnar að það sé í raun og veru fjármögnunin endurspegli þá þjónustu sem verið að veita. Og svo þarna punktur sem mikilvægur og varðar greiðsluþátttöku sjúklinga og það það markmið sem að settir í stefnunni að við viljum draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga á Íslandi. Við erum núna að borga ríflega 17% úr eigin vasa fyrir heilbrigðisþjónustu sem meira en gerist og gengur Norðurlöndunum en við viljum koma okkur niður fyrir 16% til þess að við séum á pari við það sem gerist best á Norðurlöndunum. Ekki bara því okkur finnst það góð hugmynd, heldur vegna þess að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin segir okkur það að þegar við erum með greiðsluþátttöku sem hærri en 15% að þá líkur á því að einhverjir falli milli skips og bryggju og þurfa að neita sér þjónustu vegna efnahags. Það óásættanlegt fyrir ríkt samfélag eins og Ísland að svo sé og þess vegna erum við að stíga þessi skref og einhver hafa verið stigin nú þegar sem að lúta að greiðsluþátttöku varðandi tannlækningar lífeyrisþega og síðustu áramót að þá var heilsugæslan gerð gjaldfrjáls fyrir sömu hópa. Þetta snýst það að draga úr gjaldtöku hjá viðkomustu hópunum og jafna skilyrðin og aðgengið af þjónustunni óháð efnahag. Við erum svo heppin á þessum fundi að María Heimisdóttir hér og hún forstjóri Sjúkratrygginga Íslands sem hefur mikið hlutverk í samræmi við stefnuna og hún væntanlega mun staldra við þennan kafla líka. Hér kafli sem fjallar gæði og hér erum við í raun og veru að tala gæði og öryggi þjónustunnar að það sé ekki bara undir hverjum og einum þjónustuveitanda komið hvernig gæði og öryggi metið og árangur. Þarna erum við komin með nú þegar miðlæga gæðaáætlun embættis landlæknis sem við höfum undirritað ég og Alma Möller landlæknir og núna í innleiðingarfasa og þetta þýðir það að við erum með gæðavísa
hjá öllum veitendum heilbrigðisþjónustu. Það er að segja allir sem veita heilbrigðisþjónustu, hvort sem að það er Landspítalinn eða hvort að það er einyrki á heilbrigðissviði sem er með stofu út í bæ, þurfa að gera og skila sínum gæðavísum, annars vegar að standa skil á miðlægum almennum gæðavísum sem allir þurfa að standa skil á og síðan valkvæðir vísar sem hver og einn vill setja sér í því að veita þjónustuna. Svo er það þannig, þegar að þjónustan er komin til fullra framkvæmda, að gæðin og árangurinn og það að uppfylla þessa vísa er orðin forsendan fyrir því að viðkomandi þjónustuveitandi fái greitt úr ríkissjóði fyrir sína veittu þjónustu. Loks erum við hér með kafla sem að snýst að hugsa til framtíðar, menntun heilbrigðisstétta taki mið af íslenskum aðstæðum og ég veit að þá erum við kannski fyrst og fremst að tala þær aðstæður sem eru sérstakar fyrir Ísland, dreifbýli og ákveðnar áskoranir sem að snúast það að landið er stórt og tiltölulega strjálbýlt á stórum svæðum, stór hluti þjóðarinnar býr á tiltölulega litlu svæði. Þetta gerir, getur maður sagt kannski svolítið aðrar kröfur, að ný tækni og lyf séu metin og innleidd á kerfisbundinn hátt, að vísindi og menntun og nýsköpun í heilbrigðisþjónustu sé í raun og veru algjörlega miðlægt vegna þess að til þess að vera áfram í fremstu röð í heilbrigðisþjónustunni þá þurfum við áfram að vera í fremstu röð í vísindum, rannsóknum og uppbyggingu nýsköpunar og tækni. Heilbrigðisstarfsfólk á Háskólasjúkrahúsinu sinni þá kennslu og vísindum samhliða sinni klínísku vinnu og við setjum á stofn nýjan heilbrigðisvísindasjóð til þess að styðja sérstaklega vísindarannsóknir á sviði heilbrigðisvísinda. Mér langar svolítið til þess að segja það hér á þessum punkti í mínu innleggi að það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir byggðastefnu og ég held að við þurfum að tala meira það að grunnþjónusta í heimabyggð er forsenda fyrir því að við getum yfir höfuð iðkað einhverja uppbyggingu dreifðra byggða. Það er í raun og veru ekki til neins að tala byggðastefnu ef við höfum ekki grunnþjónustuna, ef við höfum ekki menntunina og heilbrigðisþjónustuna og samgöngurnar. Þannig að ég vil í raun og veru segja að öflug heilbrigðisstefna sem er með byggðagleraugun á nefinu allan tíman er kannski mikilvægasta framlagi til byggðamála sem við höfum akkurat núna. Og vil árétta það vegna þess líka að við erum að horfa til þess að ungt fólk stendur frammi fyrir því að velja sér búsetu og við vitum það hvað það þýðir í dreifðum byggðum þegar að ungt fólk fer til menntunar og fer út úr sinni heimabyggð og fer suður eða jafnvel til útlanda til þess að mennta sig, að hvað þurfum við að hafa upp á að bjóða til þess að viðkomandi vilji aftur slá sig niður og koma aftur heim með sitt fólk og sína fjölskyldu og svo framvegis. Það er meðal annars traustir innviðir og sterkt heilbrigðiskerfi. Þannig að heilbrigðisþjónustan er ekki bara spurning byggðamál, heldur líka spurning fullveldismál fyrir Ísland, fyrir okkar samfélag. Vegna þess að við þurfum að standa samanburðið þessi löndin í kringum okkur þegar að unga fólkið okkar er ákveða hvar það vil búa. Já, það er gott að setja fram stefnu, það er alveg frábært og hún er rosa fín og lítur vel út og fer vel í skúffu og hillu og allt svoleiðis og hvað svo? Og hvernig ætlum við að tryggja að hún verði yfir höfuð komist til framkvæmda og verði að einhverju? Það erum við meðal annars að gera með þessum fundi hér. Nú eru ég búin að halda fund á Akureyri, Ísafirði, Akranesi, Selfossi, Reykjanesbæ og núna hér í dag og svo á ég eftir að halda fundi í Reykjavík. Allir forstjórar heilbrigðisstofnana hafa fengið bréf það að laga stefnu viðkomandi stofnunar að þessum grunni og ég hef þegar birt á Alþingi 5 ára áætlun sem er í raun og veru verkáætlun byggð á stefnunni enda ber að gera það samkvæmt stefnunni á hverju ári aðgerðaáætlun til 5 næstu ára. Og fyrsta áætlunin af því tagi hefur litið dagsins ljós og liggur fyrir Alþingi. Við gerum ráð fyrir því að halda heilbrigðisþing á hverju ári og heilbrigðisþingið í haust sem að ég vona verði vel sótt. Mun fjalla gildi og forgangsröðun í þjónustunni vegna þess að það er verkefni sem við þurfum líka að taka mjög alvarlega. Við þurfum að ná utan það sem
samfélag og við þurfum að láta þingið líka glíma við það, að ljúka slíkri stefnumótun þannig að við höfum leiðarljós til þess að forgangsraða okkar verkefnum. Og loks ætla ég að sýna ykkur hér á þessari glæru hér. Þetta svo stórt, ég vön nefnilega að labba að þessari glæru en ég bara þyrfti þá að klifra upp á sviði sem ég ætla ekki að gera. Þið sjáuð á bæði á lárétt og lóðrétt ástum, þá sjáuð í raun og veru tímabilin. Þið sjáuð við erum þarna í horninu á árinu 2019 og árin lesa sig svo bæði til hægri og upp eftir ásnum. Síðan eru kaflarnir á endunum á geislanum. Forysta til árangurs, rétt þjónusta á réttum stað og svo framvegis. Kaflarnir sem ég var að fara yfir. Efnisatriðin, það er að segja tölurnar sem eru síðan inn í þessum geirum þarna, eru tölurnar sem eru hér inn í þessum texta. Þannig að það sem við gerðum var það að við röðuðum upp hvaða aðgerðir getum við hafið strax, hverjar mega bíða, hverjar þurfa bíða eftir að eitthvað annað sé búið. Röðum þessu upp á þennan geisla og þá getum við rammað inn þarna fyrsta bogan og sagt sem svo, hér er 2 ára áætlun. Hér er það sem við ætlum að gera fyrstu 2 árin, inn í sem sagt fyrstu sneiðinni ef svo má orðið komast. Og síðan les þetta sig upp eftir og þetta er gott verkfæri til þess að sýna fram á það að það er í raun og veru allt búið að stilla þetta allt af á tíma ásinn. Áður en ég hætti núna þá ætla ég að nefna við ykkur sérstök áherslumál sem er mikilvægt að halda til haga þegar að maður situr í heilbrigðisráðuneytinu því að það ráðuneyti er ráðuneyti hinna stöðugu verkefna. Kannski eru það öll ráðuneyti, sannilega. En það er að minnsta kosti þannig að ef maður ætlaði bara að bregðast við verkefnum dagsins þá væri maður aldrei að gera neitt annað. Og þá þarf maður að ákveða það að setja tiltekin mál í forgang og í forgrunn. Og ég hef ákveðið að setja þessi mál í forgrunn sem þarna eru og í hægri dálkinum eru 3 kaflar úr heilbrigðisstefnu, það er að segja markviss kaup, gæðaáætlun embættisins og mönnun í heilbrigðiskerfinu. En í vinstri dálkinum má segja að séu nokkur mál sem að sýna sig að hafa verið brotakennd í kerfin okkar. Eitt af því er heilbrigðisþjónusta við aldraða eða kannski almennt þjónusta við aldraða. Það sem að við sem að erum í heilbrigðismálunum og heilbrigðisráðuneytinu komum að því sem að heitir heilbrigðisþjónusta en það er gríðarlega mikilvægt að hefja heildræna endurskoðun á þessari samfellu, samstarfi ríkis og sveitarfélaga í þessum málum og ekki síður að endurmeta hvar þjónustan á heima í raun og veru, sem að mjög miklu leyti nærþjónusta á að vera það. Þjónusta við fólk með heilabilun, þar eru við í raun og veru komin með stefnu sem liggur núna á samráðsgátt stjórnvalda, áfengis- og fíkniefnamál og þá er ég bæði að tala forvarnir, stefnu í því og líka í meðferðarmálum, innleiðing krabbameinsáætlunar sem stendur yfir og loks uppbygging sjúkraflutninga sem að væri kannski nær að kalla uppbygging utan spítala þjónustu, sem að oft fyrsta snerting við heilbrigðisstarfsmann við slys eða alvarleg veikindi. Þetta í raun og veru til þess að sýna ykkur það að það eru ákveðin mál sem eru í brennidepli en stefnan auðvitað alltaf undirliggjandi og þegar við segjum og skoðum þessa stefnu þá segjum við kannski býtu hvar er kaflinu endurhæfingu, akkur ekki talað aldraða, hvar eru hjartasjúkdómar og hvar eru lúnasjúkdómar og svo framvegis. En þessi stefna sem að hér gerð grein fyrir, hún grunnurinn að þessu öllu. Það er að segja í allri þessari stefnumótun sem ég nefni hér, sama hvort það krabbameinsáætlun, stefna í málefnum heilabilara, fólks með heilabilun eða hvað það þarf að uppfylla þessar meginreglur sem að hér gerð grein fyrir. Ég sé að fundarstjóri farin að horfa mig illu auga. Takk fyrir. En nú komið að Guðjóni Haukssyni sem ætlar að fjalla hér sína sýn á þessi mál og þessi stefnu. Gjörðu svo vel. En Heilbrigðisstofnun Austurlands, hún starfar á nánast öllum málefnasviðum íslenskrar heilbrigðisþjónustu. Það innan stofnunarinnar hjúkrunarsvið, heilsugæslusvið og sjúkrasvið. En einnig ber stofnunin ábyrgð á utanspítalaþjónustu
eins og sjúkrabílaþjónustu og sjúkraflutningum. Stofnunin á lögum samkvæmt að sinna almennri heilbrigðisþjónustu en slík þjónusta innifelur ekki þjónustu mismunandi sérgreina þó að vissulega höfum við hjá HSA gert í gegnum tíðina okkar besta til þess að sinna þeirri þjónustu einnig. Starfsstöðvar heilbrigðisstofnunarinnar eru 11 talsins og nær svæðið frá Djúpavogi í suðri og að Vopnafirði í norðri og 350 starfsmenn stofnunarinnar starfa á stofnuninni og sem gerir Heilbrigðisstofnun Austurlands að einum stærsta vinnustað þessa fjórðungs. Gildin okkar eru virðing, öryggi, fagmennska og slagorð okkar samvinna velferð. Og nóg stofnunina sem slíka heldur að sýn minni þá. Þetta er svona örstutt yfirferð bara yfir grunnstarfsemi stofnunarinnar og staðreyndir en hefur kannski ekki mikið að gera með sýn mín til framtíðar og ég ætla bara að vinda mér þangað. En sýn mín á heilbrigðisþjónustu framtíðarinnar, hún er tiltölulega einföld en leið og maður fer að hugsa heilbrigðisþjónustu áfram og þá verður það flókið og verður einhvern veginn að þeni oft á tíðum. En ég ætla að byggja þessa sýn mína bara á bjartsýni og vonum að okkur muni takast vel til. Margir myndu kalla hana óraunhæfa en ég ætla bara að segja ykkur frá hana óhræddur og þið þá bara skjótið á mig ef að þið eru ósammála og það er bara allt í góðu. Eins og ég sagði þá ætla ég ekki beint að tala einstaka kafla heilbrigðisstefnunnar og innihald hennar heldur frekar það sem ég tel nauðsynlegt svo að við náum markmiðum stefnunarinnar. En það er hins vegar þannig, svo að það sé sagt, að sýn mín hún rímar vel við stefnuna til 2030. En fyrsta atriði sem ég langar að nefna er bara merking orðsins heilbrigðisþjónusta. Það er ekki eitthvað út í loftið og ráðherra sagði margoft heilbrigðisþjónusta og þjónusta og þjónusta og við stöðugt erum að tala þjónustu. Ég tel að fyrir alla framtíð að sé mikilvægt að þeir sem að starfi við heilbrigðismál átti sig bara á því að við erum þjónar. Við veitum þjónustu og erum þjónar. Það er ekki nóg að segja það og vera sammála því, heldur þarf að vinna eftir því og þetta þarf að komast inn í DNA heilbrigðiskerfisins að við erum hér til að þjóna. Það getur nefnilega verið mjög erfitt og maður er stundum rekið sig á það, en það getur verið erfitt fyrir kerfi sem er fullt af hámenntuðu fólki og sem í raun er byggt upp af sérfræðingum að átta sig á því að við erum hvorki meira né minna en þjónar. En hvað felst þá í því að vera þjónn? Við getum haft mjög mismunandi sýn á það, en minn skilningur á þjóni er að sinna þörfum á forsendum þess sem hefur þörfina. Við getum allavega verið sammála það að þjónninn setur vald sitt til þess sem hann þjónar og nýtir þekkinguna sína til þess að þjónustan megi verða sem best. Það væri ekki farsælt, ef við tökum dæmi, fyrir veitingastað að taka á móti gesti sínum, vísa honum kurteisislega til sætis og segja hann síðan, þú ætlar að fá þér plokkfisk og vatn og ís í eftirrétt. Það er alveg sama hversu mikil sérfræðingur þjónninn væri matargerð eða samsetningu matar og drykkjar, það myndi enginn haga sér svona. Það er einnig mikilvægt í þessu samhengi að gera sér grein fyrir því að engin veitingastaður getur boðið upp á allt. Við þurfum að forgangsa það og það er ekki allt á matseðlinum. Með hugafæri þjónsins sköpum við grundvöll til breytinga í heilbrigðiskerfinu að mínu mati og hvernig getum við nýtt þekkingu okkar til þess að mæta þörfum þess sem sannarlega á þetta kerfi, sem borgar fyrir þetta kerfi og sem nýtir þetta kerfi. Það eru íbúar þessa lands. Ég geri mér fulla grein fyrir því að verkefnið er ekki einfalt og í raun er það afar strembið eins og dæmin sanna, en hugarfar þjónsins er að mínu mati forsenda þess að vel takist til við skipulagningu heilbrigðisþjónustu. Áskoranirnar eru augljóslega margar, meðal annars þær að við verðum að manna með fólki og fagfólki, því annars er sjálfsögðu engin þjónusta veitt. Skortur á fagmenntuðu fólki er áskorun sem er ekkert hægt að horfa framhjá. Það er eitt af okkar hlutverkum að manna þjónustuna þannig að kúnnar okkar fái örugga og skilvirka þjónustu á forsendum kúnnans.
En hvernig förum við að því? Hvernig fáum við til okkar fagfólk þannig að þjónustan uppfylli framangreind skilyrði? Ég hef ákveðnar áhyggjur af þeirri orðræðu eða hluta af þeirri orðræðu sem ríkt hefur heilbrigðisþjónustu. Mikið talað álag sem raunverulega til staðar á mörgum sviðum þessara þjónustu, en mér finnst á vissan hátt hafi verið brugðist við álagi með orðum eins og framleiðniaukningu, stjórnunarkenningum Lean, straumlínulögun og að draga skulu sóun. Ég ætla alls ekki að gera lítið úr þessu, en það algjörlega augljóst að takist að draga úr sóun sem gagnast engum verður þjónustan betri. Þannig ég ekki að segja að þessi orð ekki við, heldur má bæta fleiri orðum inn í þennan orðaforða. Það gleymist nefnilega mínum að þetta oft í umræðinni að minnast á þá fjárfestingu sem í heilbrigðiskerfinu felst. Hvað til dæmis sparar það samfélaginu þegar tekst að koma í veg fyrir örkuml? Hvað eykur það hagvöxt mikið þegar tekst að bæta heilbrigði þjóða? Það sem mér hefur einnig fundist að mætti auka í stjórnun heilbrigðisstofnana að ganga á undan með góðu fordæmi og leggja ofur áherslu á heilsueflingu. Það hvernig stuðlum við að eflingu, þrótts, vellíðunar þreks okkar fagfólks. Þannig að það sé tilbúið til þess að veita þá þjónustu sem við gerum kröfu Með áherslu á heilsueflandi vinnustað göngum við á undan með góðu fordæmi. Annað sem ég tel gríðarlega mikilvægt fyrir alla heilbrigðisþjónustu að hver og einn heilbrigðisstarfsmaður fái tækifæri til þess að veita þjónustu við hámark síns þekkingarstigs. Þannig náum við að hámarka afköst þessa kerfis. Ef við tökum aftur dæmið að veitingastaðnum og segjum að þú komir inn á veitingastaðinn og vilji vita það hver réttur dagsins sé, að þá líklegt að sá sem taki á móti geti svarað því. Ef að þú hins vegar vilt fá að vita hvert næringarinnihald réttarins að þá ekki ólíklegt að þá þurfa að vísa þér áfram. Það hins vegar afar ólíklegt að sá sem með upplýsingar næringarinnihald réttarna vilji hitta alla og raun og veru að kerfið og skipulagið sé byggt þannig að hann hafi fjárhagslega hagsmuni af því að hitta alla, því að það jú sóun. Nú fór ég fram á mér, sko. Annað sem mjög mikilvægt í uppbyggingu heilbrigðiskerfisins að mínu viti samvinna milli þeirra sem að veita þjónustuna. Það ekki hægt að vera framúrskarandi á öllum sviðum og því þarf að tengja þjónustuaðila á milli og það forsenda þess að hægt sé að veita þjónustu á því þjónustustigi sem þörf á. Heilbrigðisstofnun Austurlands þjónar þannig sérgreinasjúkrahúsum þessa lands með því að taka aftur við einstaklingum sem að þurfa það þjónustustig sem að við getum veitt. Og svo öfugt. Það að sérgreinasjúkrahúsin þau þjóna okkur með því að taka við þeim sem við getum ekki sinnt. Það sem jafn mikilvægt að samvinna heilbrigðis- og félagsþjónustu sé smurð og ekki sé núningur þar á milli sem að oft á tíðum fjárhagslegs eðlis síðan til staðar. Samvinna sem þessi hefur farið vaxandi en heilbrigðisstefna til 2030, hún boðar enn aukna samvinnu, sem frábært. Til þess að hægt sé að tala þjónustu verður einnig að tala aðgengi að þjónustu því þjónusta án aðgengis augljóslega tilgangslaus. Við sem búum á landsbyggðinni, við höfum á sömum sviðum heilbrigðisþjónustu ekki haft sama aðgengi og íbúar höfuðborgarsvæðisins. En það óraunhæft að ætla sér að veita alla þjónustu alls staðar, en það hversu tilviljunarkennd þjónustan hefur verið á köflum getur varla talist á forsendum þeirra sem að þurfa að nota þjónustuna, heldur miklu frekar á forsendum þeirra sem að veita hana. Við verðum að snúa við allri þróun í heilbrigðiskerfinu sem ekki byggð á forsendum notenda þjónustunar, þeirra sem að eiga þjónustuna, þeirra sem að borga fyrir þjónustuna. Ég til afar mikilvægt í þessu samhengi að skilgreina betur hvað skuli felast í nærþjónustu, en heilbrigðisstefnan til 2030, hún tekur að einhverju leyti á þessu líka. Að lokum langar mig bara að segja það að heilbrigðisstefnan til 2030 merkilegt plagg fyrir mjög margar sakir. Við sem að störfum í heilbrigðisþjónustunni, við höfum kallað eftir stefnu í mjög langan tíma, en það gott að minna okkur samt á það líka að það óraunhæft að heildarstefna í heilbrigðismálum
geti verið með þeim hætti að hún svari öllum spurningum uppbyggingu heilbrigðisþjónustunnar, heldur leggur þessi stefna línunar og grunninn, setur okkur markmið sem að ég fagna að fá. En að lokum langar mig bara að ítreka það að ég tel mikilvægt að fara í þessa vegferð sem heilbrigðisstefnan setur okkur með hugafæri þjónsins og þeirri auðmýkt sem hann býr yfir. Takk fyrir mig. Og þá komið að Maríu Heimisdóttur, forstjóra Sjúkratrygginga, sem fer yfir sína sín og áhrifin sem þetta hefur á þá starfsemi þegar hún fer fyrir. Komið sæl, gaman að fá að vera hérna með ykkur í dag. Ég rosalega fein, ég fann bendilina því að ég nefnilega held annars hefði ég þurft að klifra upp á sviðið sem að ráðherra gerði ekki. En ég ætlaði sem sagt að tala svolítið það hvaða áhrif þetta hefur á hlutverk og starfsemi stofnunarinnar sem að ég fæ að stýra, Sjúkratryggingum Íslands. Hlutverk Sjúkratrygginga Íslands að annast framkvæmd sjúkratrygginga, eins og þið sjáu hér. Og það þýðir tryggja það að þetta hér markmið náist. Þetta nú svona þægilegt lítið markmið að tryggja það að góð og örugg þjónusta standi til boða öllum landsmönnum óháð búsetu og efnahag. Þannig ég segi stundum að þetta svona þægileg innivinna og maður búinn snemma á daginn. En vandamálið svolítið það að það sem við viljum gera til þess að gera þetta hérna, að hendur okkar eru að sjálfsögðu bundnar af ákvörðunum fjárveitingavaldsins hvaða fjármagn til staðar til þess að tryggja þetta göfuga markmið sem að nú ástæðan fyrir því að við mætum í vinnunarmótnana. Það þetta fjárhagslega svigrúm. Og það má kannski segja að þarna á milli alltaf og eilíflega togstreita. Það endalaus þörf fyrir heilbrigðisþjónustu og það ekki eitthvað sérstakt hér á Íslandi. Það bara þannig allstaðar í heiminum að það alltaf eftirspurn eftir meiri þjónustu. Við getum æ meira tæknilega séð, við höfum æ meiri þekkingu, tækni, búnað, dýrlyf og svo framvegis til þess að eiga við sjúkdóma og ástand sem að engar bjargir hefðu verið gagnvart fyrir nokkrum mánuðum síðan kannski. Og svo framvegis, þannig að það í rauninni aldrei hægt að uppfylla allar þessar þarfir. Það svolítið eins og Guðjón sagði áðan, það enginn sem getur boðið upp á allt á matseðlinum og þá þarf maður að forgangsraða hvernig við ætlum að nota það fé sem jú skammtað af Alþingi til þessa málaflokks. Og þarna kemur togstreitan inn. Og ef við skoðum aðeins betur þessa í hverju togstreitan felst, þá það kannski í fyrsta lagi það að Íslendingar eru svo heppnir og okkur fjölgar býsna hratt miðað við vestræna þjóð, eins og þessi mynd frá Hagstofunni sýnir, en það mannfjöldaþróun frá aldamótum til 2018 og ef þið skoðið skalan hérna vinstra megin þá erum við að tala alveg upp í 90% aukningu í einstökum aldurshópum. Þetta gríðarleg fjölgun. Það sem að flækir máli meira að ef við skoðum mannfjölda spána frá Hagstofunni þá sjáum við að það eru einkum eldri borgarar sem að fer fjölgandi, að bara á næstu kannski 5 árum þá erum að horfa á alltaf 130% aukningu og þetta stafar af því að Ísland svo heppið að eiga stærstu eftir stríðsára kynslóð hlutfallslega í allri Evrópu. Þetta sem kallað baby boom kynslóðin, hún hlutfallslega stærst á Íslandi, við höfum semst heimsmet í því líka. Og það ekki miðað við höfðatölu, það bara í alvörunni heimsmet. Og þetta auðvitað alveg frábært. En það þýðir það líka að við þurfum að vanda okkur ennþá meira hvernig við forgangsröðum þeim fjármunum og mannafla sem við höfum til þess að veita þjónustuna. Mér var einu sinni sagt að við eigum stærstu eftir stríðsára kynslóð, það orðið þess valdandi að það þurfti að fara að tvísetja skólana. Við erum mörg sem munum eftir því að það var kennt fyrir hádegi sumum bekkjum og eftir hádegi öðrum bekkjum og það þótti ekki tiltökumál. Sumir segja að landspróf hafi verið fundið upp til þess að tefja það að þessar stóru kynslóðir þyrftu að fara inn í menntaskóla því það voru ekki til menntaskólar. Og þetta líka, þessi áhrif eru líka þess valdandi að við eigum stundum erfitt með það að veita öldruðum viðeigandi þjónustu að því að við erum pínlítið vanbúin til þess á sömu sviðum. Og það sem sagt eins og við höfum ekki alveg áttað okkur á þegar að þessi kynslóð
fór að fæðast 1945 að þetta sama fólk þyrfti að byrja í skóla 6 árum seinna, þyrfti að fara í menntaskóla 16 árum seinna og yrði svo 70 árum seinna. En nú erum við búin að átta okkur á því og það sem meira er að sko ástæðan fyrir því að þetta er svona mikilvægt að horfa á sem sagt, þessar hlutfallslega stóru baby boom kynslóð er að kostnaður við heilbrigðisþjónustu, það má margfalda hann með 3 til 5 eftir 67 ára aldur fyrirgefiði. Það er svona eftir því hvaða maður skoðar tölur. Þannig að það er gífurlegur fjárhagslegur þrýstingur á það að fara vel með peningana út af þessu. Við sjáum líka á skífuritunum þarna fyrir neðan að þó að bara 11% þjóðarinnar sé komin núna yfir 67 ára aldur, að þá tekur þessi hópur þegar til sín helming legudaga til dæmis á Landspítalanum og 9 af hverjum 10 eru með 1 eða fleiri langvinna sjúkdóm. Og það færir okkur þá umræðan langvinna sjúkdóma og áhrif þeirra á kostnað við heilbrigðisþjónustu. Langvinnir sjúkdómar, þeir eru ekkert sjaldgæfir. Þetta eru sjúkdómar eins og háþrýstingur, raskanir á blóðfitu, króníski lungnasjúkdómar, margir stoðkerfissjúkdómar og svo framvegis og framvegis. Þetta eru mjög algengir sjúkdómar og mörg okkar hérna inni eru með fleiri heldur en 1, fleiri en 2, jafnvel 5 eða fleiri langvinna sjúkdóma. Þetta er algengt. Og þetta er mikilvægt vegna þess að kostnaður við það að þjóna einstaklingi sem er með 5 slíka sjúkdóma, hann er alltaf 14-faldur miðað við það að þjóna einstaklingi sem er ekki með langvinna sjúkdóm. Og þetta er svo alvarlegt, þessi ég ætla nú ekki að segja sprenging, en mikil aukning í tíðni langvinna sjúkdóma að Sameinuðu þjóðirnar héldu sérstakan fund þetta mál fyrir nokkrum árum og það var nú meðal Ban Ki-moon var ennþá aðalritari og það var sem sagt talin ástæða til þess að halda ekki fund alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, heldur Sameinuðu þjóðina. Í hitt skipti, þetta er bara gerst tvisvar, í hitt skipti sem að Sameinuðu þjóðirnar héldu svona krísufund, hvað haldið að það hafi verið? Það var uppgangur HIV/AIDS meðal ungra samkynhneigðra manna í San Francisco og enginn vissi hvað var að gerast. Þannig að þeir eru ekkert að hóa saman í svona fund út af hverju sem er. Þannig að langvinnu sjúkdómarnir eru vissulega gríðarlegt viðfangsefni. En í Ameríku, þar sem að ég lærði, þá var stundum sagt að sérhvert heilbrigðiskerfi væri fórnarlamb eigin velgengni og það er mikið satt í því. Því betur sem okkur gengur að eiga við sjúkdóma sem áður voru banvænir, að lengja líf og vonandi bæta lífsgæði, því meirið þjónustu þurfum við að veita í kjölfarið. Og þar kemur enn eitt þrýstingurinn á það að bæta við peningum. Og til dæmis að þá er ég bara þarna með eina tölu að lifun vegna krabbameina að árangur í meðferð hefur þar batnað þannig að lifunum er hefur tvöfaldast síðan 1970. Það er auðvitað stórkostlegt, en við þurfum þó að gera einhverjar aðgerðir til þess að geta þjónað þessu fólki. Ef við skoðum lýðheilsuvísana hérna á Austurlandi, þá er margt mjög áhugavert í því og flest afskaplega, ef ekki allt afskaplega gott. Þið eruð hérna meistarar í því að halda aftur af notkun slæmandi lyfja og svefnlyfja. Sýklalyfja ávísanir til barna undir 5 ára aldri eru líka með hinnar lægstu sem gerast á landsvísu og það er talið mjög æskilegt. Það sem að rauða strikið ég hefði nátt að segja það er meðaltal á landsvísu og síðan ná þessar láréttu ferningar til hægri og vinstri að lægstu tölu og að hæstu tölu og það sem er bláar kúlur, þar eru marktækur munur miðað við landsmeðaltal og það sem mér fannst sérstaklega áhugavert er þarna neðst með hringnum utanum að það er það að nýting heilsugæslunnar er með því hæsta, ef ekki hæst, það er að segja fjöldi heilsugæsluheimsókna er með því hæsta sem gerist á landinu. En hins vegar eru heimsóknir til annarra sérgreinalækna með því fátíðasta sem gerist á landinu. Þetta
sko, nú veit maður ekki alveg hvort maður á að segja að þetta sé gott, að það sé svona fáar sérfræðisheimsóknir. Það getur verið á þessu tvær skýringar, annars vegar það að þjónusta hér í héraði sé svo góð og eða að heilsan sé það góð að fólk þurfi ekki á þessari þjónustu að halda, eða hitt sem ég held að sé nú kannski eitthvað meira til í, að aðgengi að þessari þjónustu stundum takmarkað. Og okkar verkefni hjá Sjúkratryggingum auðvitað að tryggja það að allir landsmenn hafi aðgang á þessari þjónustu þegar og ef þeir þurfa á henni að halda. Þannig að þessi lýðheilsuvísir bankar svolítið mikið á dyrnar hjá okkur. Ég vildi deila því með ykkur. Aftur að þessum þríhyrningi, það sem að mér finnst hafa breyst við það að fá þessa heilbrigðisstefnu og verkáætlun ráðherra sem fylgir mér að það allt í einu komin kassi þarna á milli sem að hjálpar okkur að draga úr togstreitunni á milli okkar meginverkefni sem að tryggja góða og örugga þjónustu, óháð búsetu og efnahag, og milli fjárlaga sem sannarlega lög og þarf að halda. Þannig að hún hjálpar okkur svo mikið að forgangsraða og straumlínulaga verkefnin sem við erum að vinna með ykkur til þess að tryggja þjónustuframboð. Ráðherra fór hérna yfir helstu kafla heilbrigðisstefnunnar áðan og ég hef undirstrikað þá kafla sem að svona helst snerta okkur hjá Sjúkratryggingum, og það sem feitletrað skilvirk þjónustukaup, og sá kafli snýr eiginlega allur beinlínis að okkur, og þarna fjallað með hvaða hætti SÍ á að axla auknar byrðar á næstu 2, 3 eða 5 árum. Ef við skoðum stefnumið til næstu 2 ára þá á að innleiða í allri sjúkrahúsþjónustu, hvort sem hún veitt af einkaaðilum eða opinberum aðilum, svokallað DRG-kerfi sem svona þjónustutengt fjármögnunarkerfi sem hefur þegar verið innleitt á Landspítalanum, en það þá öll hin sjúkrahúsin eftir. Það á að ljúka við að innleiða á landsvísu fjármögnunarkerfið sem nú þegar til reiðu í heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu. Og síðan þarna brýning hvað varðar aðferðafræði við forgangsröðun, að sjálfsögðu setjum við sjúklingum með mesta þörf í forgang. Stefnumið til 3 ára að Sjúkratryggingar hafi þá tekið að sér samningagerð öll kaup á heilbrigðisþjónustu fyrir hönd ríkisins, hvort sem að samið við opinbera aðila eða einkaaðila. Það þýðir að það verði þá komnir samningar milli Sjúkratrygginga Íslands og til dæmis Heilbrigðisstofnunar Austurlands, Landspítala, Sjúkrahússins og Akureyrar, svo og einkaaðila. Öll kaup og heilbrigðisþjónustu byggist á þarfagreiningu og miðist við þarfir íbúanna í landinu. Þetta kann nú einhverjum að finnast svona heldur ómerkilegt og ætti að vera svona bara nú þegar. Það ekki þannig. Í of mörgum tilvikum að þá kaup á heilbrigðisþjónustu miðið við hvaða þjónusta stendur til boða á hverjum stað. Það að segja hvaða þjónustu veitendur hafa valið að búa á hverjum stað á landinu. Þeir veita sína þjónustu, sem í sjálfu sér alveg prýðilegt, en það ekki endilega þjónustan sem að íbúar svæðisins þurfa mest á að halda, og því miður þekkjum við fjölmörg dæmi þetta. Og í 3. lagi þá verði ávallt gerðar nauðsynlegar kröfur aðgang og gæði og öryggi sjúklinga. Og síðan til 5 ára, og það þá loka ár stefnunar, að þá verði komnir inn hvatar í fjármögnunarkerfin til þess að styðja við gæði, bæta heilsu, bæta aðgengi að þjónustu og að stemma stigu við kostnaði. Í öðru lagi þarna atriði sem að kannski snýr ekki beinlínis að SÍ, að kostnaði við skimanir verði greiddur úr sameiginlegum sjóðum, og svo í 3. lagi að greiðsluþátttaka sjúklinga fyrir lyf og læknisþjónustu verði á pari við það sem að gerist lægst í nágrannalöndunum. Nú áhrifin á okkar starfsemi af þessari stefnu þetta geysilega mikil. Í fyrsta lagi, eins og ég sagði áðan, þá þetta bara óskaplega mikilvægt verkfæri fyrir okkur til þess að forgangsraða og verja okkar kröftum í það sem að Alþingi hefur ákveðið að sé mikilvægast. Þannig við séum nú að örugglega vinna réttu verkefni. En þegar maður horfir á lögin Sjúkratryggingar Íslands sem voru sett 2008, þá náttúrulega bara mjög góð samsverð þarna á milli, og það þetta bara mjög gott. Það segir okkur í rauninni bara það að þeir sem settu lögin á sínum tíma voru býsna framsýnir, og að menn nokkuð sammála það hvaða hlutverki þessi stofnun eigi að þjóna og hver séu brýnustu verkefnin svona stjórnsýslulega. Það bara hið besta mál að þetta komi aftur fram.
En þá er komið að því að huga svona að því innan hús hjá okkur, hvað við þurfum að gera. Við þurfum að rauninni að skoða hverju þarf að breyta hjá okkur í okkar 120 manna stofnun til þess að við getum tekist á við þetta allt saman sem að okkur er ætlað að vinna samkvæmt stefnunni og þarna þarf auðvitað tengingar við 5 ára fjárhagsáætlun. Það er bara svo mikið sem við getum bætt við okkur án þess að eitthvað verði endurskipulagt þar. Við vinnum nú að stöðumati innan hús hjá okkur, skoða hvað er til af mannafla, þekkingu, búnaði og svo framvegis til þess að eiga við þessi verkefni. Og verkefnin sem við þurfum aðalega að styrkja okkur í eru þessi sem ég hef listað hérna upp, að það eru hlutir eins og upplýsingatækni, aðferðafræði við innkaup og samningamál, nýting gagnreyndar þekkingar, ekki bara í klíniskri til dæmis læknisfræði eða hjúkrun, heldur líka í því hvernig við skipuleggjum þjónustuna með hvaða hætti við semjum. Og svo framvegis, við erum að fara á stað í stefnumótunarvinnu og byrjum hana nú bara hinum með við helgina held ég, í samvinnu við stjórn Sjúkratrygginga Íslands og vonast til þess að leggja þau drög fyrir ráðherra fyrir árslok og förum þá jafnframt í heilmikla endurskipulagningu innan hús hjá okkur til þess að geta mætt þessum auknu kröfum. Þetta er það sem ég ætla að fá að segja og svo höfum við vonandi tækifæri til þess að spjalla betur í pallborðinu. Kæra þakkir.